Komiði sæl. Í þessu myndbandi ætlum við að fjalla reiknivélina. Þegar við skoðum reiknivélina þá gott að opna hérna skúffun okkar og finna hérna reiknivél. Hún ætti að líta einhvern veginn svona út. Hér sjáið þið að það talnaspjald ásamt táknum sem þú finnur á öllum venjulegum reiknivélum. Takið eftir því að X stendur fyrir margföldun. Ef ég segi hérna 2 sinnum 9, þá ger ég 2x9. Svo ýti ég á sama sem merkið og fæ hérna út 18. Til þess að síðan stroka út, get ég annarkvort ýtt á stroka úttakan sem hérna ofarlega til hægri, eða ég get ýtt á séð. Það merkilegt við reiknivélina að við getum séð ferilinn okkar, sem sagt það sem við reiknum út áður. Það ágætt að geta séð hann hérna vinstra megin ef þið eruð að gera reikninga í mörgum skrefum. Til þess að hreinsa þennan feril ýtum við einfaldlega á græna takkanina sem stendur á hreinsa feril. Svo merkilegt við reiknivélinni í spjaldtölunum okkar að ef við ýtum á reglustikumerkið hérna á miðjum skjánum, þá förum við á annan skjá, þar sem sést stika, þar sem stendur svæði, lengd, hiti, rúmmál, massi, gögn, hraði og tími. Hér getum við reiknað út hérna ýmsu eiginleika án þess að þurfa að fara í flókna reikninga á venjulegu reiknivélinni. Ef ég ætla til dæmis að reikna hvað 350 á Celsius en ekki Fahrenheit, þá get ég ýtt hérna á hiti, sláð inn 350 þar sem Fahrenheitin og sé hér að það 176,6 á Celsius. Þetta virkar fyrir alla þessa eiginleika sem spjaldtölvan býður upp á. Til dæmis get ég hérna reiknað lengd frá tommum yfir í sentimetra eða einhverja aðra lengd sem ég vil skoða. Fleira var það ekki með reiknivélina, endilega haldið áfram að horfa til að læra ennþá betur á ykkar spjaldtölu.